Flokkun lífvera. Flokkunarfræði er fræðigrein í líffræði sem er í stöðugri þróun. Gríski heimspekingurinn Aristóteles var með þeim fyrstu sem reyndi að flokka lífverur. Hann skipti dýrum í 3 hópa: dýr sem fljúga, dýr sem synda og dýr sem ganga. Þetta er ekki óvitlaust hjá Aristóteles og út af fyrir sig er ekkert að því að flokka dýr á þennan hátt. Við skiljum þó í dag að hvalur og mús eru á margan hátt líkari dýr en hvalur og þorskur. Carl von Linné kom á 18. öld með það flokkunarkerfi sem stuðst er við í dag. Kerfi Svíans Linné gekk út á það að skipta fyrst í dýra- og plönturíki. Flokka svo lífverur eftir sameiginlegum einkennum niður í smærri og smærri hópa. Hið latneska tvínafnakerfi tegunda kemur einnig frá honum. Þetta er hið fræðilega heiti tegundar, ættkvísl og viðurnefni. Til dæmis þá er fræðiheiti kartöflu Solanum tuberosum og fræðiheiti svans Anatite cygnus. En þið kannist eflaust betur við fræðiheiti mannsins, Homo sapiens. Í dag eru ríkin 5, plöntur og dýr eins og Linné lagði upp með, auk frumvera, dreifkjörnunga, sem einnig nefndir bakteríur, og sveppa. Kerfið er að mörgu leyti gallað. Það passar til dæmis ekki alveg við þróun lífvera en engu að síður er það gott tæki og það kerfi sem er mest sátt í dag. Í hverju ríki eru svo fylkingar lífvera sem eru mismargar eftir ríkjum. Í dýraríkinu eru til dæmis 33 fylkingar. Menn eru í dýraríkinu til dæmis og í fylkingu seildýra og í undirfylkingu hryggdýra. Flokkur kemur þar á eftir, þar eru menn í flokki spendýra. Við erum svo í ættbálki prímata og ættinni mannaætt. Ættkvísl er svo Homo eins og áður hefur komið fram, tegundinni sapiens og deilitegundir einnig sapiens. Maðurinn er því samkvæmt tvínandakerfinu Homo sapiens. Ekki er ástæða til þess að kunna neitt af þessu utan af, en mikilvægt er að skilja út á hvað kerfi gengur og geta kynnt sér það ef þörf krefur.